Hvaða leiðir eru farsælastar varðandi sameiningu sveitarfélaga og hvernig á að virkja erlenda íbúa þar sem hlutfallið er hátt? Hvað einkennir drauma sveitarfélagið? Þessar spurningar og fleiri veltum við upp við Katrínu Sigurjónsdóttur, sveitarstjóra Dalvíkurbyggðar, sem er gestur í Landsbyggðum. Katrín, rekstur sveitarfélagana, hann alltaf að verða flóknari og flóknari með árunum? Það er talað þetta svona, það sem til dæmis verið að sameina sveitarfélög. Hann hefur svona breyst mikið undanfarin ár og til dæmis bara hvað snýr að málefnum fatlaðra, ef við tökum það sem dæmi, þá er alltaf að koma ný og ný regluverk sem að sveitarfélögum ber að fara eftir. Það er eins bara í umhverfismálum og mörgum þáttum að þá er verið að setja svona meiri kröfur á sveitarfélögin og já, flóknari, það má alveg segja það að stjórnsýslan gerir meiri kröfur til sveitarfélagana heldur en var áður fyrir. En kallar þetta þá að sveitarfélögin þurfa að ráða til sín starfsfólk með sérhæfingu? Já, þau hafa þurft að gera það og ef við tökum bara eitt dæmi, til dæmis þegar að nýju persónuverndarlögin voru sett á, þá var það hverju sveitarfélagi skylt að ráða sér persónuverndarfulltrúa og það fylgir bara oft á tíðum að þú þarft að annarkvort að fjölga hjá þér starfsfólki eða þá að fara í samstarf við önnur sveitarfélög eða kaupa meiri aðkeypta þjónustu. Það er verið að undirbúa kosningu sameiningu sveitarfélaga nokkuð víða og viðræður eru í gangi. Dalvíkurbyggð er sveitarfélag sem sameinaðist fyrir mörgum árum. Hvernig hefur gengið heilt yfir að sameina? Sko, það hefur bara gengið ágætlega. Það eru alltaf heilmikil átök þegar verið er að sameina byggðakjarna eða landsvæði. Og oft er það nú þannig að kannski svona sveitarfélögin sem eru minni að þau lenda í ákveðinni varnarbaráttu. Og það er kannski alveg eðlilegt líka að stjórnsýslan, hún leitar þangað sem hún er fyrir og verður kannski til þess að fámennari svæðin fari í vörn. Og það er alltaf erfitt. Ég vil svo sem alveg meina að það hafi gengið vel í Dalvíkurbyggð, en það eimir samt oft ennþá eftir af því að þetta voru 3 sveitarfélög á 10. áratugnum. Er það svona hrepparígur sem að skýst upp? Nei, kannski ekki hrepparígur, en akkurat kannski frekar þetta að fólk vill að þjónustan sé nær því. Það er frekar þannig. En þegar þú fylgist með þessum sveitarfélögum þar sem að er verið að sameina eða tala að sameina, hvaða ráð getur þú gefið þessum sveitarfélögum? Er það undirbúningurinn að hann sé sem markvissastur? Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli að undirbúa svona hluti vel. Og allt samtal við íbúana og upplýsingaflæði og að íbúarnir, það séu þeir sem séu að taka ákvörðunina. Það er það sem að skiptir máli, að það sé ekki bara í orði heldur að það sé á borði. Og að þeir, á endanum er það náttúrulega þeir sem kjósa sameininguna. Þannig að bara allur undirbúningur og upplýsingaflæði skiptir alveg gríðarlega miklu máli. En þegar út í sameiningu er komið, þetta gerist ekki bara 1, 2 og 3, þetta tekur væntanlega nokkur ár að sameina. Já, það tekur heilmikinn tíma, en þess betur sem það er undirbúið, þeim mun hraðar náttúrulega gengur þá saman þegar búið er að sameina. Og ef bara við horfum núna á hluti sem er að gerast bara núna liðina helgi, þar sem var til dæmis verið að kjósa sameiningu og samþykkja sameiningu austan við okkur í Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit, að það vil ég meina að hafi verið svona út á við minnstakosti mjög vel vandað til verka og svona, verður til þess að íbúarnir vita nákvæmlega hvað þeir eru að kjósa. En hvernig hefur þetta verið hjá ykkur í Dalvíkurbyggð, skólamálin, þau eru ofta tíðum viðkvæm? Já, það er nú líklegast sú þjónusta sem að fólki vill halda í og hafa hvað næst sér. Og það var svo sem erfitt hjá okkur fyrst eftir sameiningu að til dæmis sameina skóla. Og ég held að það sé akkurat það sem er viðkvæmt. Það er svona þegar að þú sérð að þú nærð ekki að halda í þá þjónustu og það þjónustustig sem var fyrir að það sé næst þér.
En við megum svo sem í Dalvíkurbyggð þakka fyrir að vegalengdir hjá okkur eru stuttar, miðað við mörg sveitarfélög þar sem börn þurfa að keyra langan veg. En ef að þú reynir að kortleggja þetta, munur eftir aldurstigi fólks heldurðu til sameiningar og hvernig það gengur að sameina? Rótgrónir Svarfdælingar, eru þeir fastari fyrir heldur en þeir yngri? Nei, ég held að það sé nú kannski ekki svoleiðis. Það frekar þeir sem eru að nýta þjónustuna hvað best í það skipti og þá erum við kannski að tala bara fólk á miðjum aldri, fjölskyldu fólk og slíkt. Það skiptir það máli hvernig þjónustan við til dæmis bara börn. Landfræðileg lega Dalvíkurbyggðar, ef við hugsum nokkur ár fram í tíman, þið getið í raun og veru sameinast útfjörðin og svo innfjörðin, eitthvað slíkt í gangi, eitthvað samtal? Nei, það eru ekki sameiningaviðræður í gangi núna. Það var nokkur ár síðan það var kosið og það var fellt bara sameiningu Eyjafjarðar í eitt sveitarfélag. En við gætum alveg í Dalvíkurbyggð leita bæði samstarfs við Fjallabyggð og svo aftur Hörgársveit og inn úr. En við erum nú þegar í heilmiklu samstarfi, sérstaklega við Fjallabyggð. Við erum með samstarf í félagsmálum, barnavernd og bara, við rekum sameiginlegan tónlistarskóla til dæmis. Þannig að það ofta ekkit verra kannski að vera með gott samstarf heldur en endilega að fara í sameininguna. Fylgjast íbúar náið með rekstri sveitarfélagsins, hvað sýnist þér? Það eru alveg góður kjarnir sem fylgist með og mér finnst það gott. Það gott ef íbúarnir láta sig varða í hvað skattpeningarnir þeirra eru að fara. Og það svo sem ég vil kannski meina að það sé samt að fara niður á við. Það hafi verið meira fylgst með áður og að unga kynslóðin kannski sem að koma upp sé ekki alveg hafi jafn mikla eftirfylgni við sveitarstjórnarstörfin og það eitthvað sem ég myndi vilja laga bara með virkara íbúalýðræði og meiri upplýsingum til fólks. Hversu mikilvægt það fyrir sveitarfélögin að vera með eins og þú segir virt upplýsingasvæði? Það bara skiptir mjög miklu máli og mér finnst alltaf gott persónulega þegar það verið að vinna einhverjum hlutum og íbúarnir koma og láta mann vita hvort að þeim finnist við vera á réttri leið eða rangri. Því að það ekkert sjálfgefið endilega að 7 manna sveitarstjórn sé alltaf með allar upplýsingarnar sem hún þarf til að hafa aðgang að til þess að taka ákvarðanirnar. En þess vegna alltaf gott þegar að fólk tekur virkan þátt og gefur sig aðmanni með upplýsingar. En þegar maður horfir niður á sveitarfélagið að atvinnu uppbyggingin að hún töluvert mismunandi eftir byggðakjörnum eða eftir svæðum innan sveitarfélagsins. Já, við erum með fjölbreytt sveitarfélag, við erum með náttúrulega sjávarútveg og þjónustu í kringum hann og svo erum við með bara mjög öflugt landbúnaðar hér að líka og þjónustu, margvísa. Þannig að þetta fjölbreytt atvinnulíf, já. En á Dalvík, ef við tökum Dalvík út og atvinnulífið þar, að það kannski ég manni dettur fyrst í hug að þarna séu 2 mjög stór fyrirtæki, það Sæplast og svo Samherji með fiskvinnslu. Já, svo erum við náttúrulega líka með eins og til dæmis Tréverk sem nú bara eitt af eldri starfandi byggingafélögum á landinu. Og svo rekur Dalvíkurbyggð sjálft náttúrulega heilmikla þjónustu. En þetta rétt, stærstu vinnuveitendurnir utan við Dalvíkurbyggð sjálfa Samherji og Sæplast líka mjög rótgróið og sterkt fyrirtæki og sterkt í ímynd Dalvíkurbyggðar af því að það stofnað upphaflega á Dalvík. En Dalvíkurbyggð, þetta matvæla samfélag mikið og mikil matvæla framleiðsla. Já, við erum að framleiða mjög mikið náttúrulega af bara fyrsta flokks sjávarafurðum en svo erum við með þessi stóru landbúnaðar
já, bara bændabýli, þar sem eru bara búið að tæknivæða gríðarlega á síðustu árum og færa þetta svona fram til nútímans. Og það sem svo skemmtilegt hjá okkur, það að það mikil eftirspurn hjá unga fólkinu að komast á jörð, til hefðbundins landbúnaðar. Það segi ég að við höfum bara heilmikið þar framar mörgum svæðum á landinu, þar sem að landbúnaðarsvæði eru að leggjast af vegna skorts á endurnýjun. En þegar þú keyrir landbúnaðarsvæðin, eru bændur víða svona að byggja ný fjós og tæknivæðast? Já, undanfarin ár hefur verið náttúrulega gríðarleg uppbygging í bara þessum róbótafjósum í Dalvíkurbyggð, og það var nú bara núna seinast í sumar, þá var verið að opna eitt. Þannig að ég ætli þessi ekki orðnir núna, það komið á annan tug róbóta sem að vinna á degi hverjum í Dalvíkurbyggð, mjólkurróbóta. En hvað með byggingakrana vísitöluna hjá þér? Hún stígandi, mikið byggt á Dalvík? Hún stígandi og við erum búin að úthluta gríðarlega mikið af byggingalóðum núna, þannig að ég að vona að við séum að fara að sjá afrakstur af því núna næstu mánuði, að það sem við höfum úthlutað, það fari í byggingu. Það voru nú bara samantekið síðustu mánuði búið úthluta 30 íbúðum í byggingu. Þannig að ef það fer allt af stað, að þá byggingavísitalan heldur betur að rjúka upp. En þetta þá ungt fólk sem hefur þá trú á svæðinu og leggur allt sitt undir? Þetta í rauninni byggingafélög sem eru að sækja flestar þessar lóðir núna. Og það hefur selst eitthvað af því sem hefur komið strax, þannig að eftirspurnin til staðar. Svo hefur verið mjög líflegur líka fasteignamarkaður bara undanfarið, þar sem að leið og það kemur einhver hreyfing, þá hefur verið mikil eftirspurn og eignir hafa verið að fara yfir ásettu kaupverðið, sem sýnir náttúrulega svona trú fólks bara á sveitarfélaginu og vilja til þess að taka þátt í lífinu og uppbyggingunni. En þetta þá ungt fólk sem að snúa aftur heim? Líka já. Og svo bara aðflutt. Það kemur til dæmis fólk frá Akureyri sem bara gott og víðar að líka. Hvað með ferðaþjónustu sem svona einni helsti vaxtarbroddurinn í atvinnulífinu víðsvegarum eða bara sama hvert litið getum við sagt? Ferðaþjónustan hefur verið bara góð hjá okkur undanfarin ár, en auðvitað hefur hún verið í lægð hjá okkur eins og annars staðar núna síðustu mánuði. En bara mjög jákvætt fyrir sumarið núna og vöxtur hjá okkur eins og annars staðar. Við þekkjum til dæmis bjórböðin. Já, við erum með svona sérstaka ferðaþjónustu sem ekki annars staðar á landinu, sem eru til dæmis bjórböðin. Og þau eru heilmikið aðdráttarafl. Einnig líka hefur til dæmis Hauganes verið að bara blómstra sem ferðamannastaður. Og svona komin önnur svona mynd á það þorp heldur en var bara fyrir nokkrum árum síðan. Á Hauganesi, þar einmitt gert út á ströndina að stórum hluta? Já, það þessi skemmtilega aðstaða á Hauganesi, þar sem að sandströndin vísar beint á móti suðri og svona skemmtilegir pottar í fjörunni og bara fínasta tjaldstæði og skemmtilega veitingastæði líka. Og það var akkurat til dæmis bara núna liðna helgi, þá var bara, má eiginlega segja, hafi verið uppselt á Hauganesi, tjaldstæðin voru full og það var stanslaus straumur fólks í pottana og á veitingastæðina, þannig að þetta bara orðið allt annað eins og ég sé, allt annað svona lúk á Hauganesi. Uppbygging Dalvíkurbyggðar, hvað varðar íbúana, hlutfallið af erlendum ríkisborgurum talsvert hærra hjá ykkur heldur en víðast hvar, minnstakosti fyrir norðan? Já, við erum með núna samkvæmt nýjustu tölum minnum að við séum með 15% af eins og með erlendum ríkisborgurum. Og við náttúrulega svo sem tölum bara Dalvíkinga, sko. Þetta allt Dalvíkingar, þetta fólk sem búið að búa í Dalvíkurbyggð margt hvert til margra ára og bara náttúrulega ekki innfæddir en eru fyrir löngu orðnir Dalvíkingar sem slíkir. En hvernig hefur ykkur gengið að virkja þá, bara svona að setja upp fjölmenningarstefnu einhvers konar?
Já, við erum með fjölmenningastefnu og vinnum samkvæmt henni. En aðalmáli sem okkur finnst það bara að fólki líði eins og það sé bara eins og hver annar í rauninni í Dalvíkurbyggð. Og við lítum bara á þetta sem mikinn kost að hafa svona mikla fjölbreytni. Þetta bara fjölbreytileiki samfélagsins, hann auðgar bara mannlífið. Og virkilega gaman í rauninni bara að fá tækifæri til þess að vera svona, hvað maður að segja, fjölbreytilegt og flott. En stundum sagt að útlendingar sem að flytjast til landsins að þeir þurfi að aðlaga sig að landanum. Hugsið þið þetta þá þannig, hvað getum við lært af þeir sem að flytjast til okkar? Bæði og auðvitað vill maður alltaf að þeir sem koma séu duglegir að aðlaga sig að menningunni sem fyrir en þegar þeir geta líka gefið á móti þá þá græða báðir aðilar og það það sem við höfum svona leitast við að vinna eftir. En þegar að maður svona horfir á fréttir af sveitarfélögum, þau eru að keppast við að íbúum fjölgi sem allra mest til þess að auka til dæmis útsvarstekjurnar. En það þannig, ekki aðalmálið að flestum líði sem best? Jú, það stóra málið að íbúunum líði vel og að þeir séu sátti með sitt sveitarfélag. Auðvitað það alveg rétt að það gott að geta fjölgað upp að vissu marki, svo við höfum alveg svigrúm til þess að það fjölgi hjá okkur án þess að við þurfum að styrkja mikið innviðina eins og það kallað, bara til dæmis skólinn getur tekið við fleiri nemendum og leikskólinn og þannig að við höfum tækifæri. En það alveg líka svona þessi kjör aðstæður til reksturs, ég segi við séum, þar erum við bara nokkuð góð. Samkeppni milli sveitarfélagana íbúa? Ég myndi kannski ekki segja að það væri svona samkeppni þannig en það eru flest sveitarfélag sem vilja styrkja sig og vilja að það fjölgi svona upp að vissu marki. Svo án þess að það verði miklu vaxtarverkir með því, eins og maður segir. En það ekki svona einhver opinber bara keppni í gangi, nei. En það þannig hjá þér svona á kontórnum að ef þú tekur síman alltaf töluvert hringt svona frá fólki sem að spá og spekulera og jafnvel að flytjast á staðinn? Það nú kannski meira örugglega fasteignasalarnir bara sem að verða varir við það. En svo veitum við bara góðar upplýsingar til fólk sem að vill flytja. Við erum með svona pakka sem að við sendum fólki með öllum upplýsingum bara þjónustu, félagslíf og bara lífið í Dalvíkurbyggð. Þannig að fólk getur gengið svona dágóðum upplýsingum áður heldur en að tekur ákvörðun. Það styttist í alþingiskosningarnar og umræðan hún fer á fullt skrið, getum við sagt, eftir sumarið líklega. Hvaða málaflokka vilt þú sjá að verði svolítið svona áberandi í umræðunni með tilliti þá til byggðamála? Það þarf að verða meiri bara svona vilji hjá, aðalega kannski hjá bara ráðuneytum og stofnunum ríkisins að leysa aðeins upp, hvað maður að kalla þetta, svona miðpunktinn í þjónustunni. Að það hægt að þjónusta ríkisstofnanir og verkefni ríkisins víðar heldur en bara af Reykjavíkursvæðinu. Og þetta held ég að menn hafi lært, til dæmis bara núna með COVID. Þá sér náttúrulega fólk að það hægt að vinna störfin hvar sem Og ég að vonast til þess að bara alþingismenn eftir komandi kosningar að þeir verði einbeittari í að horfa á landið sem bara eitt svæði en ekki Reykjavík sem eitt og sjá ekki út fyrir það. En þeir eru nú gjarnan mjög einbeittir í aðdraganda kosningana. Já, svo bara eftirfylgnin sem þarf. Og það það að hugur fylgi máli. Það það sem að ég vil sjá. Að bara, menn láti verkin tala. En það þá svona þín tilfinning að byggðamál og allt það tal að þetta sé svona þá bara meira í orði heldur en á borði?
Sko, það minnst kosti segir í hinum ýmsu stefnum að sko ný störf sem verða til hjá ríkinu skuli vera auglýst án staðsetningar og nýjar stofnanir fái staðsetningu utan höfuðborgarsvæðis og allt þetta. Ég vil sjá þetta gerast. Ég vil sjá þetta vera eins og ég segi í verki, ekki bara á pappír. En hvað með svona flutning verkefna að sveitarfélögin taki til sín einstaka málaflokka? Það hefur ekkert gengið of vel í málum aldraðra til dæmis víða? Nei, það eru alveg ákveðin verkefni sem að sveitarfélögin geta tekið fleiri, vil ég meina. Það þarf bara að fylgja þeim náttúrulega fjármagnið. Það hefur ekki alveg verið raunin í þeim verkefnum sem hafa verið flutt til sveitarfélaga, að þau hafi svo fengið það fjármagn sem þarf til að reka. En sveitarfélögin eru sko í stakk búin til að taka við meiru. Þú ert í raun og veru svona pólitískur sveitarstjóri, getum við sagt, þú ert ekki ráðinn embættismaður. Hver munurinn á þessu? Sko munurinn náttúrulega sá að þú ert nær valdatökunni. Þú tekur þátt í að ákvarða málefnin og síðan fylgir þeim eftir. Í staðinn fyrir að ef þú ert ópólitískur þá ertu bara að framfylgja því sem að kjörnir fulltrúar taka ákvarðanir Þannig ég segi svona, ég lít á það sem kost að mörgu leyti að vera pólitískur sveitarstjóri. En það þá þannig að ráðinn sveitarstjóri, hann í raun og veru þarf alltaf að leita til baklandsins. Getur þú tekið ákvörðun bara á kontornum þegar einhver kemur til þín? Nei, ég geri það aldrei. Ég tek ekki ákvarðanir á kontornum. Hins vegar kannski þá veit ég meira mögulega ákvarðanatöku heldur en sko ópólitískur sveitarstjóri. Þannig að, ég myndi segja að það væri kostur. En svo náttúrulega verður maður líka að draga mörkin eins og í litlu sveitarfélagi eins og heima í Dalvíkurbyggð. Að ég vil ekki meina að ég sé að vinna að pólitískum verkefnum og orðar að þannig. Ég er kjörin fulltrúi en við erum 7 í sveitarstjórn og við höfum verið afskaplega einhuga í að vinna að framfara málum fyrir sveitarfélagið í heild. Þannig að ég held að það verið nú oft svona í stærri sveitarfélögunum sem meiri svona pólitík á bakvið ákvarðanatöku. Þú talar áðan COVID. Það þurfti að fresta fiskideginu mikla á Dalvík í fyrra. Fiskidagurinn mikli, hann verður ekki í ár. Þessi hátíð, þessi mikla matarhátíð hefur sannarlega komið Dalvík á kortið, minnstakosti, getum við sagt. Já, við erum á kortinu út af fiskideginu aðalega, en mörgu öðru svo sem líka. Fiskidagurinn hefur verið mjög jákvætt verkefni í Dalvíkurbyggð og hefði fagnað 20 ára afmæli sínu í fyrra, sem að það eru ekki margar bæjarhátíðir í Íslandi sem að hafa lifað þetta lengi. Það var það fella niður í fyrra og það var tekin ákvörðun það bara góðu heilli, var tekin ákvörðun það í vor að halda hann ekki heldur núna í haust. Og það var bara gert vegna þess að við getum á engan hátt stjórnað þeim fjölda sem kemur á fiskidaginn. Og ég held að það hafi verið bara mjög góð ákvörðun. En hann verður þá þeimmun bara betur undirbúinn og gerður með miklum glæsibrag á næsta ári, komi ekkert annað svona veirutilfelli til þess að varna því. En þessi hátíð, hún hefur blásið út með árunum. Hvað þýðir þetta fyrir samfélagi til dæmis bara svona að þjappa bæjarbúum saman? Mjög jákvætt og bara það til dæmis að Fiskidagsnefndin hefur alltaf verið með slagorð og farið í samstarfi við húsasmiðjuna og það allt í lag fyrir fiskidag og ef þú kemur til Dalvíkurbyggðar og keyrir þorpin og sveitarfélagið að þá ber það klárlega þess merki að íbúar eru alltaf tilbúnir til þess að taka á móti gestum. Það skemmtilegt. Þannig að það margt eins súpu til dæmis hittingurinn, það þjappar íbúum saman, menn að slá saman í götum og elda saman súpu og það bara mjög margt. Sjálfboðavinnan öll í kringum þetta. Hún mjög jákvæð. Og svo rignir nánast aldrei á þessum degi?
Nei, það rignir aldrei milli, ekki á fiskidaginn sjálfa, milli 11 og 5. Ég held að það bara aldrei rignt. Ég búin að vera alltaf á hátíðarsvæðinu á þessum tíma, öll árin. Og það hefur bara alltaf verið gott veður. En það hefur kannski helli rignt rétt eftir 5, þetta er svo skrítið. Dæmigerður dagur svona hjá sveitastjóranum í Dalvíkurbyggð? Dæmigerður dagur einkennist nú óþarflega mikið oft af skrifstofustörfum. Ég hefði viljað oft vera meira svona út á meðal fólks. En já, það eru náttúrulega mikið, við erum í teymisvinnu hinn ýmsu mál, mikið fundasetur og svona styttri fundir oft til þess að móta verkefni og svo vinna áfram úr þeim. En núna til dæmis í júní þá er ég með samtalsmánuð. Ég bara auglýsi það að ég er opin til samtals fyrir íbúa og fer þá út og hitti fólk og svona meira en venjulega. En ég reyndar það er alltaf opin aðgangur að mér og opin skrifstofa. En núna í júní ætla ég að vera ekstra dugleg í því. Færðu skammir? Já, ég fæ alveg skammir. Ég fæ samt yfirleitt, þá fæ ég ekki reiðiskammir, heldur rökræðuskammir og mér finnst þær skemmtilegri. Ég get alveg og þykk það alveg alltaf með þökkum að taka rökræðu við fólk framkvæmd mála eða málefnin bara yfirleitt. Mér finnst það gott. Sveitarstjórnarkosningar á næsta ári, hvað svona fer í gegnum kollin á þér núna þessa dagana? Ætlarðu að bjóða þér fram aftur? Ég er nú ekki búin að taka ákvörðun það og mér finnst það kannski aðeins of snemmt fyrir mig þó að það sé bara 1 ár eftir að kjörtímabilinu. Að þá þarf maður bara að sjá hvernig spilast úr því. Við höfum verið bara nokkuð duglega á þessu kjörtímabili, finnst mér. Og komið þeim málum áfram sem að við einsettum okkur í upphafi. Þannig að mér finnst starfið skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að vera komin aftur í sveitarstjórnarmálin sem að ég var nú í 10 ár, 94 til 2004, en tók mér svo alveg pásu. Svo fann ég bara þegar ég hellti mér í þetta aftur hvað þetta er ofboðslega gaman. Þannig að þið klæja svolítið í puttana? Já, mér finnst bara á meðan ég hef unun að því sem að ég er að gera, að þá hef ég alveg áhuga á að vinna við það, já. Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar, þakka þér fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.